Góðan daginn, við skulum halda áfram með byggingarspjall. Það sem ég langar til að tala núna, það hvernig við getum breytt þessu ástandi þar sem við erum með mikinn skort á því að fólk geti náð sér íbúð. Það vantar mikill húsnæðisskortur í landinu og hvernig við getum breytt þessu og minnka þennan húsnæðisskort án þess að leggja í einhverjar stórfelldar og ófyrirsjáanlega dýrar aðgerðir sem myndi enda opinberum aðilum. Og við skulum sjá hvað við getum gert þá allavega án þess að áður en farið út í það og til þess að rétta undir. Fyrsta sem að manni dettur í hug, og þetta kemur frá Norðurlöndunum, Svíþjóð, Danmörku og Noregi. Það það að menn geti byggt á sinni lóð 30-40 fermetra hús með ákveðnum skilyrðum og ákveðni kannski með kjallara ef vill, og þetta ákveðin skilyrði en þetta mjög létt skilyrði. Það ekki deiluskipulag og engin byggingarstjóri eða neitt slíkt. Þetta bara skilað mjög einföldum teikningum og afar einföldum teikningum, svo ég segi þetta bara samt sjálf rétt hér frá sko. Það ekki sama teikningafárið eins og við erum með hér á Íslandi. Svona geta menn byggt, þetta geta menn byggt og það má leigja þetta út og leigan skattfrjáls og það má selja þetta líka. Þar komin hvatinn til þess að gera þetta og þetta mun auðvitað lækka leiguverð eða lækka og létta þetta svolítið. Það mun eitthvað mun koma af íbúðum þarna, litlum íbúðum. Það má gera fleira, má létta það þegar við vilja laga í kringum sig, bæta kannski, stækka hús, setja kvisti. Þetta á að vera mjög einfalt að gera þetta. Skipta eignum sínum niður í fasteignahluta og það væri þá fyrir utan byggingar og skipulagslög. Og svo komum við að því að menn geti fengið ódýrar lóðir. Þar verður Alþingi að koma inn og setja lög skipulag og hvernig sveitarfélögin geta bæði innheimt lóðagjöld, hvernig hvað þau mega taka í tengigjöld, hitaveitu, rafmagnsveitu, vatnsveitu og svo framvegis. Þetta hafa verið tekjulindir sveitarfélaga. Þær verða að koma með einhverjum öðrum hættum en að leggja þetta á húsbyggjendur. Það nokkuð næsta víst að þessi frægu aðgengis hlutir sem að menn hafa verið með, þeir eru mjög strangir hér og við sjáum það á ýmsu og það allt í lagi að hafa bara meðalhóf í því. Það ætti að vera alveg hægt og engin hætta. Við erum að forðast öfgarnar og það alveg leiðinlegt að sjá það að það koma hérna forsvarsmenn þeirra sem eru fatlaðir og hafa skrifað í blöðin, ég sé að það mjög leiðinleg skrif, þar sem eru alls konar fullyrðingar ég veit ekki hvað og við þurfum aðeins að róa þetta niður. Þetta hefur verið svona í gegnum árin og hafa þetta þannig að þetta sé ekki íþyngjandi fyrir þá sem eru að reyna að koma yfir sér þaki. Það þá skattlagning í raun og veru og þá þetta spurning að þetta félagslegt, hvort að ríkið eigi ekki hreinlega þá bara að taka þátt í þessu með hverri íbúð sem hún
leggur þessar hömlur á að ríkið bara borgi þá ákveðin pening. Þetta er auðvitað, kemur aldrei til greina, en þetta væri ekki, þetta er alveg sjónarmið. En þetta er nú svolítið annað. En nú, sem sagt og allar kröfur og allt í kringum byggingar, þetta verði einfaldað. Það er allt of miklar kröfur á ýmsu. Einangrun er of mikil, er óþarflega mikil. Og þá má fara, ég getur rökstutt það með ýmsum hætti, sérstaklega að loftskipti eru til dæmis mjög stór hluti af varmatapi íbúða, ekki streymi í gegnum veggi eða glugga. En og það er alls konar hlutur eins og líka eins og hljóðvist. Hún er hér alveg hreint í meiri toppi heldur en ég sé víða hvar annars staðar og fleira í þessum dúr. Þannig að þetta þarf ekki að vera svona dýrt eins og við höfum verið að gera íbúðir. Svo gefa mönnum séns á því að tækifæri til þess að byggja sjálfir, það skiptir miklu máli. Nú, ég veit að það sem ég er að segja er ekkert endilega það vinsælasta. Það er bara allt í lagi. Ég er ekkert að þessu til að vera vinsæl. Ég er bara að benda á það að til þess að leysa á þessum húsnæðisvanda sem það ríkir neyðarástand, það vita allir, þá verðum við að grípa til ráðstafana til þess að losa okkur frá þessu. Hér áður fyrir þá bjuggum menn í bröggum og það var nú ekki gott, en það var þó örugglega betra heldur en margt af því sem nú er boðið upp á. Það get ég sagt. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta lengra þessu sinni og ég þakka þeim sem hlustuðu.